Góðan daginn. Ég set hér fjórða fund bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar sem haldinn í bæjarstjórnarsal þriðjudaginn 20. september. Það er ekki þriðjudagur í dag. Það er fimmtudagur. Það er fimmtudagur 22. september 2022 og hófst fundurinn klukkan 17 og er sendur hér beint út. Fundinn sitja Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir, Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson og Hrafnhildur Hallvarðsdóttir. Hér er einnig Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri, Þórarinn Jónsson bæjarritari og Jón Sindri Emilsson sem sér tæknimál. Við göngum þá til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er fundargerð bæjar á Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Lögð hér fram fundargerð þriðja fundar og fundargerð lögð fram til kynningar og orðið er laust. Kveðsverðingin ljós. Liður 2. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa nr. 23. Lögð hér fram. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa fundargerð nr. 3. Lögð fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðsverð ljós. Þriðji liður. Fundargerð þriðja fundar skipulagsnefndar. Lögð hér fram til kynningar og orðið er laust. Liður 4. Fundargerð í Sambands íslenskra sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar fundargerð 912. fundar stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga sem haldið var föstudaginn 26. ágúst síðastliðinn. Fundargerð er lögð fram til kynningar og orðið er laust. Engin kveðsverð ljós. Liður 5. Fundargerð heilbrigðisnefndar Vesturlands. Lögð fram fundargerð fundar nr. 177. Heilbrigðisnefndar Vesturlands ásamt fylgiskjölum. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin hefur kveðsverð ljós. Þannig við heldum áfram. Liður 6. Nýting vindorku. Lagt er fram erindi frá Hafsteini S. Hafsteinssyni formanni starfshóps sem vinnur að tillögum til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins nýtingu vindorku. Starfshópurinn óskar eftir sjónarmiðum þeirra sem skoðanir hafa á málinu. Þetta er lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin hefur kveðsverð ljós. Liður 7. Ásluta uppgjör Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar. Lagt er hér fram til kynningar ásluta uppgjör fyrir Helgafellssveit annars vegar og Stykkishólmsbæ hins vegar miðað við 31. maí 2022. Lagt hér fram til kynningar og orðið er laust. Engin hefur kveðsverð ljós. Liður 8. Samningur rekstur umdæmisráðs barnaverndar á landsbyggðinni. Lagður hér fram samningur rekstur umdæmisráðs barnaverndar á landsbyggðinni ásamt viðaukum 1 og 2 við samninginn. Bæjarráð samþykkti á þriðja fundi sínum að sameina sveitarfélag Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar verði aðili að sameiginlegu umdæmisráði barnaverndar á landsbyggðinni. Bæjarráð fól bæjarstjóra að vinna að framgangi málsins og í framhaldinu undirrita samning fyrir hönd sveitarfélagsins. Jafnframt var bæjarstjóra falið að kanna hvort gera þurfi breytingar á samþykkjum stjórn sveitarfélagsins vegna hins sameiginlega umdæmisráðs. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Engin kveðsverð ljós. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverjir samþykkja þetta? Og það er samþykkt samhljóða. Komið að lið 9. Norðurljósahátíð. Opnunartónleikar Norðurljósahátíðar 2022 fara fram 20. október næstkomandi. Við opnun hátíðar er hefð fyrir því að veita viðurkenningu fyrir framlag til lista og menningar í Stykkishólmi. Lagt er til að bæjarstjórn veiti aðalmönnum í bæjarráði umboð til að veita viðurkenningunni í ár. Orðið er laust. Undir lið 9. Engin kveðsverð ljós. Bæjarstjórn samþykkir að veita aðalmönnum í bæjarráði umboð til að veita viðurkenningunni í ár. Hverjir eru samþykkið þessu? Og þetta er samþykkt samhljóða. Það liður 10. Ungmennaráð. Í samræmi við nýja samþykkt stjórn Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar
er lagt fyrir fram uppfært erindisbréf ungmennaráðs. Lagt til að bæjarstjórn samþykki erindisbréfið, skipi formann í ungmennaráð og veiti ráðinu heimild til að hefja störf leið og það fullmannað. Orðið laust. Ragnheiður Harpa, gerðu svo vel. Já, við sem sagt teljum að ungmennaráðið ætti að halda sig svona utan flokka og í pólitík og leggjum við sem sagt þá til að erindisbréfið fá að halda sér eins og það er og ungmennaráðið fá sjálft að kjósa sér sinn formann þar sem þau þekkja sem sagt best hver er til þess fallinn til að sinna því. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja kveða sér ljós undir lið 10. Ég les upp bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi erindisbréf ungmennaráðs með áorðnum breytingum og skipar Heiðrúnu Eddu Pálsdóttur sem formann ungmennaráðs. Jafnframt heimilar bæjarstjórn ungmennaráðinu að hefja störf þegar það er fullmannað. Hverjir eru samþykkir þessu? Hverjir eru á móti? Já. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi erindisbréf ungmennaráðs með áorðnum breytingum og skipar Heiðrúnu Eddu Pálsdóttur sem formann ungmennaráðs. Jafnframt heimilar bæjarstjórn ungmennaráðinu að hefja störf þegar það er fullmannað. Þessi tillaga gengur lengara. Hún er andstöðu sko, er það ekki rétt? Það er ekki ákveða hana fyrst. Ekkert mál, ég er ekki með tillöguna. Þór, vilt þú lesa hana? Hverjir samþykkja þessa tillögu? Hverjir eru á móti þessari tillögu? Þá les ég fyrir tillögu sem við lagðist á hann. Bæjarráð samþykkir fyrrverandi erindisbréf ungmennaráðs með áorðnum breytingum og skipar Heiðrúnu Eddu Pálsdóttur sem formann ungmennaráðs. Jafnframt heimilar bæjarstjórn ungmennaráðinu að hefja störf þegar það er fullmannað. Hverjir eru samþykkir þessu? Og hverjir eru á móti þessu? Sitið hjá. Það er samþykkt með 4 atkvæðum. Þá er komið að sameiningarviðræðum Helgavatnssveitar og Stykkishólmsbæjar, heiti sveitarfélagsins. Lögð er hér fram umsögn örnefnanefndar og þær 8 tillögur að nafni á hið sameinaða sveitarfélag sem bæjarstjórn samþykkti að senda til umsagnar nefndarinnar á öðrum fundi sínum 30. júní 2022. Bæjarráð samþykkti á 3. fundi sínum að boða til íbúafundar vegna nafns á nýja sveitarfélaginu. Þar verður kynnt greinargerð örnefnanefndar og boðið til samtals niðurstöðu örnefnanefndar og fyrirliggjandi tillögur. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust.
Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 12. Efling heilbrigðisstofnunar Vesturlands. HVF Stykkishólmi. Bæjarstjórn gerði á fyrsta fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar grein fyrir áherslum sveitarfélagsins við að efla starfsemi heilbrigðisstofnunar Vesturlands HVF í Stykkishólmi. Bætt heilbrigðisþjónusta var eitt af áhersluverkefnum samstarfsnefndar sameiningu Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti bæjarstjórn sameiginlegs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar til að beita sig fyrir að settur verða á fót starfshópur fagaðila í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið og HVF á Akranesi sem móti tillögur hvernig best sé að efla heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi og á Snæfellsnesi í heild, þannig að stofnunin veiti íbúum Snæfellsnes meiri og öruggari heilbrigðisþjónustu en nú er. Á grunni þeirrar hvatningar er lögð fram tillaga að settur verða starfshópur fagaðila frá heilbrigðisráðuneyti, sveitarfélaginu og heilbrigðisstofnun Vesturlands eða HVF sem móti tillögur hvernig best sé til framtíðar að efla HVF í Stykkishólmi. Meðal þess sem verði kannað styrking háls- og bakdeildar, efling rannsókna, fjarheilbrigðisþjónustu og geðheilbrigðisþjónustu og betri nýting húsnæðis HVF í Stykkishólmi. Bæjarráð samþykkti tillöguna á 3. fundi sínum. Bæjarráð samþykkti að senda tillöguna og greinargerð til heilbrigðisstofnunar Vesturlands og heilbrigðisráðuneytisins með ósk tilnefningu fulltrúa í starfshópinn. Þá verði tillagan jafnframt send þingmönnum Norðvesturkjördæmis til kynningar. Bæjarráð vísaði afgreiðslunni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 13. Auki fjármagn til að rannsaka lífríki sjávar í innanverðum Breiðafirði. Ýmsar tegundir þara og þörunga sem vaxa í innanverðum Breiðafirði eru eftirsóttar til að framleiða verðmæt matvæli og fæðubótavörur. Sama gildir ígulker, grásleppu, krabbadýr og skelfisk. Rannsóknir á magni og vistkerfi í sjávarlífríki Breiðafjarðar eru af skornum skammti. Frekari rannsóknir eru forsenda aukinnar sjálfbærrar nýtingu einstakra tegunda og þar með aukins framleiðslu verðmætis. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti á fyrsta fundi sínum bæjarstjórn sameiginlegs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar að þrýsta á stjórnvöld til að útvega Hafró auki fjármagn til þessa rannsókna. Í sáttmála ríkisstjórnarsamstarf Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs kemur fram að sett verði metnaðarfull markmið að auka hlutfall holla og næringarríkra innlendra matvæla til að treysta fæðuöryggi. Með öflugri innlendri matvælaframleiðslu er stuðlað að heilnæmi matvæla og auknu matvælaöryggi. Bæjarráð tók á 3. fundi sínum undir mikilvægi þess að efla rannsóknir á svæðinu með vísan til bókunar atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Bæjarráð skoraði jafnframt á matvælaráðherra og Alþingi að veita Hafrannsóknastofnun frekari fjárheimildir til rannsókna. Afgreiðsla bæjarráðs er lögð fram til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust. Ragnheiður Hrafn, bæjarfulltrúi Íristad, gjörðu svo vel. Undirrituð viljum benda á svæðinu stofnanir sem stunda rannsóknir á lífríkinu, þar á meðal rannsóknir á vistkerfi sjávarlífríkis Breiðafjarðar og leggjum við til hvatningu til stjórnvalda auki fjármagn í slíkar rannsóknir verði einnig beint til þeirra stofnana. Mikilvægt er að stofnanir á svæðinu fá svigrúm í slíkar rannsóknir. Það eflir starfsemi þeirra á umfang og eykur líkur á að þær starfi áfram á svæðinu. Við þurfum ekki að líta lengra en til nágranna sveitarfélagsins þar sem Hafró hefur nýlega hætt starfsemi. Undir þetta skrifa Ragnheiður, Haukur og Ragnar. Takk fyrir þetta, Ragnheiður. Fleiri sem vilja hvað þessi ljós? Þetta var sannsagt bókun. Bæjarráð staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Hverjir eru á móti? Þú samþykkir? Já, fyrirgefðu. Þá er það samþykkt samhliða. 14 strand- og landeldi innan sameinaðs sveitarfélags. Bæjarstjóri kynnti á fyrsta fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar mikilvægi þess að kortleggja og greina nánar fiskeldistækifæri á svæðinu með tilliti til vatns- og orkuþarfa og með tilliti til möguleika fyrirtækja á svæðinu til þess að nýta innlenda fóðurgjafa
sem falla til við vinnslu og sjávarafurðum á svæðinu. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd hvatti bæjarstjórn sameiginlegs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar til að láta kortleggja og greina fiskeldistækifæri á svæðinu. Slík starfsemi getur skapað tækifæri til atvinnu- og verðmætasköpunar í Stykkishólmi á grunni sjálfbærra nýtingar auðlinda og hugmyndafræði grænna iðgjarna. Bæjarráð tók á 3. fundi sínum undir ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar og fór bæjarstjóri að vinna hugmyndina áfram. Orðið er laust undir lið 14. Ragnar Már Ragnarsson, fulltrúi í-lista, gerð svo. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að hafa neitt formúla að þessu heldur fara bara beint í bókun. Undirrituð hafna því að Stykkishólmsbær og Helgafellssveit leggi til vinnu og kostnað vegna greiningar á landeldi í sveitarfélaginu, enda slík greiningavinna ekki hlutverk sveitarfélagsins. Auk þess er ekki grundvöllur fyrir því að leggja í slíkan kostnað með við fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Þá benda undirrituð á að óskað hafi verið eftir svæði fyrir steinbítseldi og eðlilegt að þau sem ætla að stunda fiskeldi í sveitarfélaginu standi sjálf að gera greiningavinnu, þeirri vinnu og þeim kostnaði sem slíkri vinnu fylgir. Og undir þetta ritar Ragnar Haukur og Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir. Takk fyrir þetta, Ragnar. Jakob er bara þegar orðið, gerðu svo vel, Jakob. Forseti, svona í ljósi bókunar bæjarfulltrúa í-listans þá þykir mér er vert að benda á því að ég held að væntanlega valdi einhver misskilningi að í þessari tillögu sem bæjarráð samþykkti var engin fjárheimild til þess að vinna málið áfram, heldur var mér falið að vinna málið áfram og það færi kannski betur á því þá að bæjarfulltrúar myndu þá vera á móti þá slíkri tillögu kæmu fram síðar sem til að mynda ef kæmi fram tillaga verktaka til að vinna einhverja greiningu þá væri hægt að vera á móti því þá. Hugsanlega kæmi slíkt aldrei til kasta sveitarfélagsins að þurfa að greiða fyrir slíka kostnað. Það getur líka verið möguleiki. En í þessari tillögu felst engin kostnaður og það er kannski rétt þá að árétta það í ljósi þessarar bókunar og ég held ég að sé engin þörf fyrir mig að bóka það sérstaklega undir heldur kemur ég bara fram hérna munnlega. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri? Ragnar Már, bæjarfulltrúi í-lista, gerðu svo vel. Eins og segir í bókuninni að þá er verið að tala greiningarvinnu og vinnu og auðvitað vinna kostnaður fyrir sveitarfélagið. Framkvæmdastjórinn þá ekki að sinna öðrum verkefnum með hann. Þannig að það er sannlega kostnaður sem fylgir því. Takk fyrir þetta, Ragnar. Fleiri hver er ekki ljós. Þá les ég að bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið þessu? Hverjir eru á móti? Það eru 4 með og 3 á móti. Liður 15. Skipulag athafna og iðnaðarsvæða við Kallhamar og Hamraenda. Hér er lögð fram skipulagslýsing fyrir breytingu á aðskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022 til tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir nýtt athafnasvæði við Kallhamra eða A5 og stækkun á núverandi athafnasvæði A1 við Hamraenda sem unnin er samhliða aðalskipulagsbreytingunni. Á fyrsta fundi skipulagsnefndar 22. júní síðastliðinn fór skipulagsfulltrúi yfir þá vinnu sem er í gangi vegna breytinga á aðalskipulagi athafnasvæðis við Kallhamar og Hamraenda og deiliskipulagsáætlana fyrir svæðin sem unnar verða samhliða aðalskipulagsbreytingunni. Skipulagsnefnd samþykkti fyrir sitt leyti tillögu að lýsingu fyrir breytingu á aðalskipulagi Stykkishólms 2002 til 2022
samkvæmt 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 vegna atvinnusvæða við Kallhamar og Hamrenda og tillögu að 2 nýjum deiliskipulagsáætlunum samkvæmt 1. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir sömu svæði sem unnin verða samhliða aðalskipulagsbreytingunni. Þar sem hugtakið grænn iðngarður er tiltölulega nýtt hér á landi, mælti nefndin með því að hugtakið verið útskýrt frekar í skipulagslýsingunni, samanber texta í skipulagsforsögninni fyrir Kallhamarsvæðið. Einnig taldi nefndin að lýsa þyrfti betur hvernig hugmyndafræði grænan iðngarð Kallhamra lýsi sér í ítarlegri skilmálum í deiliskipulagsgerð fyrir svæðið. Þá benti nefndin á að svæðisskipulagsnefnd Snæfellsness ætti að vera einn af helstu umsagnaraðilum. Bæjarráð samþykkti á 3. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust undir lið 15. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 16. Víkurhverfi deiliskipulagsbreyting. Lögðu fyrir tillaga skipulagsfulltrúa að svörum við athugasemdum sem bárust á auglýsingatíma breytingatillögunnar ásamt skýringarmyndum og uppfærðri tillögu með minni háttar breytingum. Þá er jafnframt lagt fram yfirlit yfir málsmeðferð og afgreiðslur fastanefnda og bæjarstjórnar vegna málsins. Gildandi deiliskipulag fyrir Víkurhverfi er frá 2007. Deiliskipulagssvæðið er 2,3 hektarar að stærð og nær til miðhluta hverfisins norður af Borgarbraut að Hirðinvík. Ákvörðun að breyta deiliskipulaginu er tilkomin vegna mælinga sem unnar voru á svæðinu síðastliðið sumar, en þá kom í ljós að suðurendi svæðisins er að hluta til óbyggilegur vegna jarðvegsdýptar. Meginmarkmiðið með deiliskipulagsbreytingunni er að ná fram meiri hagkvæmni og betri nýtingu lands með fjölgun lóða úr 13 í 16, fjölgun íbúðaeininga úr 28 í 37 og styðjast við nýja nálgun við íbúðalausnir og hagkvæmari nýtingu lóða. Jafnframt er leitast við að vernda svæði sem mikilvæg eru fyrir leik og útivist. Stýra lausnum í byggingarheimildum í átt til meiri gæða íbúðalausnum með áherslu á sól og skjól og bjartar íbúðir. Ná fram fallegu heildaryfirbragði byggingarinnar með því að hanna aðlaðandi götumyndir, áhugaverð rými á milli húsa, götuvæna umhverfi og blandaða stærð íbúðaeininga með mismunandi húsum og þakformum. Leggja áherslu á lýðheilsu og mannrækt með gatnahönnun sem tekur mið af umferðaröryggi, gróðri, götugögnum og góðri lýsingu ásamt samfélagsmótandi þáttum og aðgengi að náttúru og útivistarmöguleikum. Skipulagsnefnd samþykkti fyrir sitt leyti á 3. fundi sínum tillögu að breytingu og deiliskipulagi Víkurhverfis með þeim minni háttar breytingum sem gerðar hafa verið til þess að koma til móts við athugasemdir sem bárust á auglýsingatíma tillögunnar. Nefndin samþykkti einnig fyrir sitt leyti tillögu skipulagsfulltrúa að svörum við athugasemdum sem bárust. Jafnframt fól nefndin skipulagsfulltrúa að kalla eftir viðbót á gögnum sem sína ásýnd nýbygginga á reit E1D frá húsum við Víkurflög 10 og Garðar 9, en þau gögn hafi ekki áhrif á afgreiðslu nefndarinnar, enda hafi breytingartillagan umtalsvert minni áhrif á útsýni frá þessum húsum heldur en deiliskipulag þar sem við nú er í gildi. Á 3. fundi sínum samþykkti bæjarráð afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði afgreiðslunni til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir lið 16. Ragnar Már Ragnarsson, bæjarfulltrúi Í-lista, beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Ragnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það er ánægilegt að sjáast fyrir endan á skipulagsvinnunni fyrir Víkurhverfið. Deiliskipulagið hefur verið unnið faglega og hefur verið tekið tillit til hluta þeirra athugasemda sem komu fram á auglýsingatímanum, þó ekki allra. Í framhaldi langar maður að spyrja hvort það fyrirliggi kostnaðaráætlun varðandi hönnun lagna, kostnaðaráætlun fyrir verkið og hvenær standi til að bjóða verkið út. Það er svona kannski næstu skref í málinu. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar. Jakob, gjörðu svo vel. Forseti, spurtur framkvæmdir á grundvelli deiliskipulagsins og
fá með leyfi forseta fæ ég þá að svara þeirri fyrirspurn þótt að tengist ekki raunverulega þeim máli sem liggur fyrir fundinum. En það er verið að vinna að endurhönnun eða á að vera í gangi vinna við endurhönnun á gatnagerð og fráveitum og lagnakerfi og öðru. Sú vinna hefur dregist mjög og það er vegna þess hversu mikið álag hefur verið undanfarið á hönnuðum. Þannig að ég hef svo sem ekki frekari svör heldur en komið fram í bæjarráði fyrir nokkrum mánuðum síðan þar sem var farið yfir gróft mat á kostnaðaráætlun og það eru þær tölur sem liggja fyrir enn þann dag í dag og engar nýjar tölur sem liggja fyrir og skýringin á því hvers vegna þetta hefur tekið svo þennan tíma er að við höfum bara ekki fengið ráðgjaf til þess að vinna þau verkefni sem þarf að vinna í þessu sambandi. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Svo er ekki. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverju er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá er komið að leið 17. Birkilundur, breyting á deiliskipulagi. Lögð er hér fram tillaga að deiliskipulagi fyrir frístundabyggð í Birkilundi í Helgafellssveit frá 2006. Í gildi deiliskipulag frá 1987 en umrædd skipulagstillaga frá 2006 var aldrei auglýst í B til stjórnartíðenda og hefur þar af leiðandi aldrei tekið gildi. Einnig eru annmarkar á áritun tillögunnar og auglýsingaferli. Þrátt fyrir að deiliskipulagstillagan frá 2006 hafi ekki tekið gildi eru vísbendingar að unnið hafi verið eftir þessar skipulagstillögu í Birkilundum árabil. Skipulagsfulltrúi leggur til að deiliskipulagið verði klárað í samræmi við 8. kafla skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og 1. málsgrein 17. grein laga frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús nr. 75 frá 2008. Á 3. fundi skipulagsnefndar samþykkti nefndin fyrir sitt leyti að gerð deiliskipulagstillögunnar verði kláruð í samræmi við 8. kafla skipulagslaga og nefndin mælti með því að bæjarstjórn færi fram á að lóðarhafar og eigendur á deiliskipulagssvæðinu stofni með sér félag lóðarhafa eða eiganda í Birkilundi í Sauðárskógi, samanber 1. málsgrein 17. grein laga frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús nr. 75 frá 2008. Í kjölfar stofnunar félagsins vinni skipulagsfulltrúi áfram í félaginu að endurskoðun tillögunnar áður en hún verður kynnt fyrir félagsmönnum og öðrum hagsmunaaðilum samkvæmt 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Og að því búinu undirbúa tillöguna til samþykktar bæjarstjórnar til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 41. grein laganna. Á 3. fundi sínum samþykkti bæjarráðs afgreiðslu skipulagsnefndar og vísar afgreiðslunni til staðfestingar í bæjarstjórn. Í samræmi við afgreiðslu skipulagsnefndar fór bæjarráð skipulagsfulltrúa að fara fram á að lóðarhafar eða eigendur á deiliskipulagssvæðinu stofni með sér félag lóðarhafa eða eigandi í Birkilundi í Sauðárskógi, samanber 1. málsgrein 17. grein laga frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús nr. 75 frá 2008. Afgreiðslunni er vísað til staðfestingar í bæjarstjórn og orðið er laust undir þessu lið. Enginn kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hverju eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhliða. Þá koma lið 18. Lóðar úthlutun Móholt 14-16. Lagt er fram erindi Ingvaldar Eyþórsdóttur vegna lóðarinnar að Móholti 14-16 þar sem meðal annars er óskað eftir afturköllun ákvörðunar annars fundar bæjarráðs en til vara endurupptöku málsins. Þá er óskað eftir að byggingarfrestur sé endurreiknaður og veittur samanlagt 4 mánaða frestur til viðbótar. Á 3. fundi bæjarráðs og málinu vísað til afgreiðslu í bæjarstjórn þar sem umhverfis- og skipulagssvið var að vinna að viðbrögðum sviðsins við erindinu. Fyrir bæjarstjórn eru lögð fram viðbrögð umhverfis- og skipulagssviðs vegna málsins. Að lokum er lagt fram minnisblað bæjarstjóra þar sem hann leggur til eftirfarandi afgreiðslu. Bæjarstjórn samþykkir í ljósi nýrra upplýsinga og gagna sem lögð hafa verið fram í málinu að tilnefni sé til þess að fallast á endurupptöku málsins í skilningi 1. málsgreinar 24. greinar stjórnsýslulaga nr. 37 frá 1993
og að mati bæjarstjórnar má ætla þegar málsatvik eru virt í heild sinni að fyrir lóðarhafi hafi getað dregið þá ályktun að lóðarúthlutun hafi ekki fallið niður eftir veittan frest. Vegur þar þyngst fyrirliggjandi gögn og upplýsingar óskað munnleg samskipti og fyrirliggjandi tölvupóstsamskipti eftir að formlegu byggingafrestur rann út. Af þeim sökum og með hliðsjón af sjónarmiðum meðalhóf fallist á að úthluta Ingveldi Eyþórsdóttur lóðinni á Móholti 14-16. Henni veittur frestur til að fá útgefið byggingarleyfi og hefja framkvæmdir innan 4 mánaða frá því að tilkynningum þessa afgreiðslu berst henni sem í samræmi við beiðni hennar þar Hafi hún ekki fengið útgefið byggingarleyfi og hafði framkvæmdir áður en sá frestur rennur út, fellur úthlutur lóðarinnar niður án frekari aðgerða af hálfu sveitarfélagsins. Að öðru leyti vísað til fyrirliggjandi minnisblaða bæjarstjóra og umhverfis- og skipulagssviðs. Orðið laust undir lið 18. Já, gerðu svo vel. Ragnar Már Ragnarsson yfirgefur fundinn og Ragnheiður Harpa bæjarfulltrúi Ílista hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Ragnheiður. Mér langar til að byrja á því að biðjast afsökunar þar sem ég gleymdi alltaf að ávarpa salinn hérna áðan, þess að forseti og nefndarmenn. Undirrituð þakka lóðarhafa ítarlega og góða greinargerð ferli málsins og ljóst að ferlið hefði mátt vera betra af hálfu Stykkishólmsbæjar og sanngjarnt að leysa málið á þennan hátt. Undirrituð leggja til að þessi gögn verði nýtt til að læra af og reglur úthlutun á lóðum fyrir íbúðar og atvinnuhúsnæði verði endurskoðaðar og verklagsreglur gerðar úthlutun lóða og veitingu byggingarleyfis. Undir þetta rita Ragnheiður, Haukur og Ragnar. Takk fyrir þetta, Ragnheiður Harpa. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið? Já, það ekki. Já, gerðu svo vel. Jakob hefur beðið orðið. Forseti, ég legg nú hreinlega bara til að þá þessari viðbótartillögu verið í svo bara beinti bæjarráðs, tekið þá umræðu um hana þar. Hvers konar verklagsreglur og annað má það lærdóm kannski rétt að taka til umræðu í bæjarráði ára lengra haldið. Þannig að öðru liti þá held ég að hinn tillagan þá standi óbreytt með þetta. Fleiri sem vilja taka til máls? Hverjir samþykkja tillögu Jakobs að tillaga Ragnar verði vísað til bæjarráðs? Hverjir samþykkja það? Og það samþykkt samhljóða. Þá fleiri sem vilja? Fleiri sem vilja taka til máls undir þessu lið. Þá les ég bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarstjóra. Hver eru samþykkir þeirri afgreiðslu? Og það samþykkt samhljóða. Það var voðalega. Já.
er Ragnar Már bæjarfulltrúi Ylista aftur kominn í salinn og við höldum áfram að lið 19 erindi frá Hesteigandafélagi Stykkishólms. Lagt er fram erindi frá Hesteigandafélagi Stykkishólms þar sem félagið fer þess á leit við sveitarfélagið að fá umsjón með áningarhólfi við skjöld og sjá endurbætur á því og færslu girðingar. Bæjarráð tók jákvætt erindi á þriðja fundi sínum. Vegna þröngs tímaramma fól bæjarráð bæjarstjóra að funda með stjórn Hefst vegna málsins, afla viðeigandi umsögna vegna þess og umboð til þess að afgreiða erindi í samræmi við oddvita beggja lista í bæjarstjórn. Orðið er laust. Engin kveðst í hljós. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs, hverju samþykkir því og það er samþykkt samhliða. Liður 20 viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Lagður er fram viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Vegna umræða með bæjarfulltrúa er málið lagt fram til staðfestingar í bæjarstjórn til að eyða óvissu fullnaðar ákvörðun málsins. Og orðið er laust undir lið 20. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi Ylista, við biðjum orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að fá að koma með 2 bókanir. Ein varðandi það að þetta mál er tekið aðeins öðruvísi og svo aðra varðandi innihaldið. Við áttum þetta samtal þetta mál og annað til sem er seinna. Við afgreiddum þetta sem fullnaðar afgreiðslu á bæjarráðsfundi 18. ágúst og svo fóru bara yfir málið eftir það og komst að því að það er ekkert annað hægt en að málsmeðferðin þarf að vera í lagi hjá okkur og alveg pottþétt mál að þetta sé öruggt. Mér er bara komið smá bókun þetta og ég óska eftir að þetta verði gert og hún er eftirfarandi. Undirrituð óska eftir því að málið er tekið á dagskrá bæjarstjórnar. Það var tekið fyrir á öðrum bæjarráðsfundi þann 18.8.2022 en fellur ekki undir heimild til fullnaðarafgreiðslu samkvæmt 33. grein samþykktar stjórn Stykkishólmsbæjar heimild bæjarráðs til fullnaðarákvörðunar. Það stendur bæjarráð er heimild fullnaðarafgreiðsla mála þegar bæjarstjórn er í sumarleyfi sem ekki varða verulega fjárhag bæjarsjóðs eða stofnunar hans enda sé ekki ágreiningur milli bæjarráðsmanna eða við bæjarstjóra slíka afgreiðslu. Er að ræða 192,5 milljónir króna lakari rekstrarniðurstöðu Stykkishólmsbæjar og varðar afgreiðsluna því verulega fjárhag bæjarsjóðs eða stofnunar hans og því þarf að taka máli fyrir í bæjarstjórn. Og undir það skrifa ég sjálfur, Haukur Garðarsson. Þá ætla ég að fá að fjalla hans innihald viðaukans og ég ætla bara að koma beint með bókun. Eins og venjulega þá var þetta tölur og ekki skemmtilegast umræðefni kannski, en gott að staldra við og koma því inn. Bókun er eftirfarandi. Á fyrstu bæjarstjórnarfundi sameinaðs sveitarfélaga var lögð fram ný fjárhagsáætlun og svo fyrsti viðauki við hana til að nálgast rétta stöðu fyrir sameinað sveitarfélag, Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar. Sú vinna heldur nú áfram í öðrum viðauka og mér væntar að halda áfram á næstu fundum. Heildaráhrif annars viðauka eru 192.486.476 króna lakari rekstrarniðurstaðin í fyrsta viðauka. Helstu breytingar nú annars vegar leiðrétting á áætlun tæpar 46,5 milljónir án verðbólguáhrifa fyrir rekstur hjúkrunarrýma sem nú eru komin í rekstur hjá HFI og hins vegar verulega aukinn kostnaður vegna fjármagnsgjalda vegna hækkunar verðbólgu að upphæð ríflega 136,5 milljónir króna. Verðbólga í þessum viðauka er áætlun 9,3% en í upphæðlegu áætlun var gert ráð fyrir 3,3%. Verðbólga stendur nú í 9,7%. Í þessum viðauka er veltufé frá rekstri sem er það fé sem reksturinn skilar í afborganir lána og framkvæmdir 59 milljónir. Afborganir lána hins vegar 203 milljónir og því vantar 144 milljónir upp á að standa undir afborgunum. Búið er að taka 100 milljónir lána á árinu en áætluð lántaka er 295 milljónir. Enn á eftir að fara yfir margt í þessar áætlun og leggjum við áherslu á að endurskoða þar framkvæmdaáætlun og fjárfestingarhreyfinga með tillit til efnahagsaðstæðna. Enda er gert ráð fyrir ýmsum tekjum og fjárfestingum upp á 100 milljóna sem ljóst er að ekki verður af að árinu. Það sem að framleiður viðauki er verk í vinnslu og lýsir enn ekki nógu vel núverandi stöðu sameinaðs sveitarfélags kjósum við að sitja hjá við afgreiðslu málsins
og undir þetta skrifa Haukur, Ragnheiður og Ragnar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Jakob Björgvin hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Jakob. Já. Við ætlum að taka stutt fundarhlé. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortin af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum,
samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, Hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það á þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í Hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, Hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins,
heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státa svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngufæri og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru, jafnvel vatnið. Þá höldum við áfram með fundinn og Jakob hefur beðið orðið. Forseti, þá tvennt, ætla að ávarta það bara fyrri og síðari bókun, bæjarfulltrúa Hauks Garðarssonar. Það sem vakið fyrir mér í fyrri bókuninni það kom mér óvart að heyra að málið hafi verið sett á dagskrá að beiðni Hauks Garðarssonar. Sem ég gæti ekki skilið það þannig og ég þá kemur bara með eftirfarandi bókun og teka það samt fram að ég hef ekki gaman að því sérstaklega að vera munnhöggvast eitthvað svona út af einhverjum smá atriðum en svona var þess að áreita það því að ég held að þetta hafi þá greinilega einhver misskilningur en ég ætla að bóka þá eftirfarandi. Var þetta fyrir bókun Hauks Garðarssonar bæjarfulltrúa bendi bæjarstjóri á að í samskipti vegna þessa máls kemur orðið fram í tölvupósti frá bæjarfulltrúanum 13. september síðastliðinn að hann sé ekki að biðja að málum verið tekin aftur fyrir aftur. Bæjarstjóri setti því máli á dagskrá bæjarstjórnarfundar í samráði við forseta bæjarstjórnar þar sem formleg ósk að málin yrðu tekin fyrir barst ekki til þess að eyða þá mest þessari meintri óvissu. Var þetta síðar undir bókunina eins og kom reynda fram í okkar samskiptum, þá kannski rétt að benda á að í viðaukunum, og þá bókunin eftirfarandi, var þetta síðan til bókun Hauks Garðarssonar bæjarfulltrúa, þá bendi bæjarstjóri á að í viðaukunum 136 milljónir króna viðbót vegna hærri verðbólgu en áætlun gerði ráð fyrir, sem verið var að
uppfærið til samræmis við þann raunveruleika sem blasir við á árinu, sem sagt leiðir þetta fyrir verðbólgu ársins og 46 milljónum vegna dvalarheimilisins eða hjúkrunarheimilisins í samræmi við samning við heilbrigðisráðuneytið sem búið var að samþykkja í bæjarstjórn. Bæði atriði þessi sem eru ekki stefnumarkandi ákvarðanir eru í raun formsatriði sem verið var að færa inn í viðaukann og gefa þannig gleggri mynd af fjárhagsstöðu sveitarfélagsins. Eftir sitja 9,4 milljónir sem óhætt er að fullyrða að séu ekki verulega fjárhæðir í þessu sambandi. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja hvað þessi hljós. Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi Ílista, gerðu svo vel. Forseti bæjarstjórnar, bæjarfulltrúar. Það sem að Jakob segir með hvað er í viðaukanum er rétt og ég tek það fram að ég samþykkti viðaukann í bæjarráði að senda þetta áfram. Málið er samt þannig að, og menn hafa svo sem verið að tala um það á fjármálaráðstefnu, að það ár sem er í gangi núna er í rauninni eins og fjárlög ríkisins, þetta er heimild. Og það skiptir enga máli hvað hlutinni koma hvort það áhrif eða ekki. Við erum að stakka heimildina fyrir bæjarfélagið. Og hvað það varðar, þá verður það alltaf veruleg áhrif á bæjarsjóð. Þannig ég held að það skiptir ekki öllu máli sko, og það snýst heldur ekki um það sko, að menn ætla eitthvað að loka á þetta. Við erum ekki að tala um það. Bara þannig að það sé klárt sko, að þessi kostnaður þetta er mikil kostnaður og hann kemur á langstærstum hluta frá verðbólgu sem bara er í gangi og við vitum það. En það er ekki og á ekki að vera að fara í 2 eða 3 í bæjarráði að ákveða það að þetta sé í lagi sko. Það þarf að fara fyrir bæjarstjórn þó svo við getum þetta ekki gert í því. Þannig sé ég þetta. Þannig að ég vil bara taka það fram og við tölum um þetta mál og við erum greinilega ekki búin með það, þannig að við höldum bara áfram með það og ræðum það og ekkert að því og allt í lagi að munnhöggvast og við ætlum ekki að gera það opinberlega og förum þetta, en það má engin vafi liggja um það hvernig stjórnsýslan tekur á svona málum og hvað má og hvað ekki. Og við vorum að ræða lagatexta og kannski sitthvað skilningur á því, en þá var bara að fá því úr í skori hvort er rétt. Hafi ég haft rangt fyrir mér þá biðst ég afsökunar á því og hafi ég haft rétt fyrir mér þá bara húrra fyrir mér. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Haukur. Eru fleiri sem vilja hvað þessi hljós? Svo er ekki. Til að taka af allan vafa þetta formsatriði er með staðfestingu bæjarstjórnar verið að eyða óvissu réttmæti afgreiðslu bæjarráðs með vísan til þess staðfesti bæjarstjórn umrædda afgreiðslu bæjarráðs varðandi viðauka 2 við fjárhagsáætlun 2022 til 2025. Hverjir samþykkja þetta? Hverjir eru á móti og sitja hjá? 3. Þór, varstu með 4 samþykkja og 3 sitja hjá? Hann er svo framsýn. Þá kom að lið 21. Nesvegur 22a. Umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Bæjarráð staðfesti á öðrum fundi sínum í umboði bæjarstjórnar afgreiðslu skipulagsnefndar sör skipulagsfulltrúa við athugasemdum og vísar endanlegri afgreiðslu á byggingarleyfi til byggingarfulltrúa. Með vísan í afgreiðslu bæjarráðs samþykkti byggingarfulltrúi á 24. fundi sínum byggingaráform samanber við grein 242 í byggingarreglugerð. Byggingarfulltrúi mun gefa út byggingarleyfi að uppfylltu skilyrðum 244 grein í byggingarreglugerð 112 frá 2012 með áorðnum breytingum. Vegna umræðu á meðal bæjarfulltrúa er málið lagt fram til staðfestingar í bæjarstjórn til að eyða óvissu fullnaðar ákvörðun málsins og orðið er laust undir lið 21. Haukur Garðarsson, fulltrúi Ílista, gerðu svo vel. Bara til samræðs við fyrir bókun, þá ætla ég að fylgja með sambærilega bókuninni
sem bara á þessa vegu. Undir óska eftir því að málið tekið á dagskrá bæjarstjórnar. Það var tekið fyrir á öðrum bæjarfundi þann 18.8.2022 en fellur ekki undir heimild til fullnaðargreiðslu samkvæmt 23. grein samþykktar stjórn Stykkishólmsbæjar heimild bæjarráðs til fullnaðarákvörðunar. Hún segir bæjarráð heimil fullnaðargreiðslu mála þegar bæjarstjórn í sumarleyfi sem ekki varða verulega fjárhag bæjarsjóðs eða stofnunar hans enda sé ekki ákvörðun milli bæjarráðsmanna eða við bæjarstjórn slíka afgreiðslu. Málið hlaut ekki samhljóða afgreiðslu á fundi bæjarráðs og því þarf að taka það fyrir aftur í bæjarstjórn. Undir þetta skrifar ég, Haukur Garðarsson. Þetta náttúrulega nákvæmlega sama mál og við vorum að tala áðan en annað skilyrði sem inni þetta fellur undir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Ragnar Már, þú varst búinn að biðja málið. Gerðu svo vel. Ragnar Már, bæjarfulltrúi í Ylistá. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér erum við að taka til umræðu útgáfu byggingaleyfis fyrir þjóðþungaverksmiðju að Nesvegi 22A og það fagnaðarefni að aðilar vilji fara í atvinnuuppbyggingu í Stykkishólmi en eins og margsinnis komið fram að þá greinir menn á staðsetningu þessara verksmiðju. Það kannski rétt að fara aðeins svona yfir forsögu málsins en hún svo að á 400. og 8. fundi bæjarstjórnar tekið til umfjöllunar erindi frá Asko Harvester þar sem félagið sækist eftir lóðinni Nesvegi 22A fyrir þörungaverksmiðju. Bæjarstjórnin samþykkir að fela bæjarstjóra að ganga til samninga við félagið. Miðað við þá afgreiðslu málsins sem við erum að fjalla hér í dag sem samþykkt á byggingaleyfi fyrir verksmiðjunni að þá virðist bæjarstjórinn hafa staðið í þeirri meiningu að honum hafi verið falið fullnaðarafgreiðsla á málinu þar sem hann hefur enn ekki lagt fram drög að samningi við félagið fyrir bæjarstjórn til umfjöllunar. Og það er kannski rétt að minna á í þessu samhengi að það bæjarstjórnin sem lýðræðislega kosin á 4 ára fresti sem fer með ákvörðunarvald í svona málum. Þegar Asko Harvester sækist eftir lóðinni þá hún ekki á lista yfir lausar lóðir né verið úthlutað af bæjarstjórn eins og kveðið er á í reglum úthlutun á lóðum fyrir íbúa atvinnuhúsnæði. Því það okkar mati algjör tímasóun að standa hér og fjalla byggingaleyfi á lóð sem hefur ekki verið úthlutað. Nú varðandi skipulagsferlið, ef ferlið skildi kalla, að þá það skýrt í aðalskipulagi Stykkishólmsbæjar og við höfum rætt svo sem á öðrum fundi bæjarstjórnar að þá kemur að skýrt fram í aðalskipulaginu frá 2002 að allt sem verði gert á hafnarsvæði skuli fara í deiliskipulag og kemur fram í grein 338 fyrir athafna og hafnarsvæði. Ég má vitna í það að þá það sem sagt að markmiðið að hafa tiltæk svæði fyrir sem fjölbreyttasta atvinnustarfsemi, stefnt enn betri nýtingu, núverandi hafnar- og athafnarsvæða og deiliskipulagning þeirra verkverði til þess. Nú á fundi bæjarstjórnar þann 30. júní síðastliðinn samþykkt af bæjarfulltrúum Hálistans að grenndarkynna fyrirhuguð byggingaráform fyrir 2 aðilum, það að segja Skipavík og Íslenska Kalkþörungafélaginu og að halda opinn íbúafund fyrir íbúum Nesvegar sem aðeins lítill hluti þeirra sem hugsanlega gæti orðið fyrir óþægindum að fyrirhugaðri verksmiðju og ef ég má með leyfi forseta vitna í bókun Hálistans frá þessum fundi að þá segir bæjarfulltrúar Hálistans minna á að hér atvinnusvæði að ræða og verið að sækja byggingaleyfi til þess að fá að byggja atvinnuhúsnæði undir hafnsagnar starfsemi á lóð þar sem áður stóð meðal annars steypustöð í fullri starfsemi. Þá fyrir á svæðinu og við höfnina umtalsverð atvinnustarfsemi og mun byggingin ekki hafa sjónræn áhrif svo einhverju nemur gagnvart íbúum í nágrenninu. Fyrir liggur að nær öll atvinnuhúsnæði á svæðinu hafa verið byggð án þess að deiliskipulag liggi fyrir. Tilvitnun lýkur. Það kannski rétt að benda bæjarfulltrúum Hálistans á að þær byggingar sem að standa á þessu svæði voru allar byggðar fyrir 2002 áður en að aðalskipulagið tók gildi
og yngsta húsið á svæðinu frá 2001, þannig að það ósköp eðlilegt að þau hús sem hafa verið byggð þarna hafi kannski verið byggð án þess að unnið hafi verið deiliskipulag. En þarna segir þetta alveg skýrt í aðalskipulaginu. Nú eftir að bæjarfulltrúar Hálistans tóku þá ákvörðun að veita byggingarleyfi á fundi bæjarráðs 18. ágúst að þá hafa borist að minnstakosti 4 kærur til úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála og hefur sveitarfélaginu verið tilkynnt þessa kærur en einhverju hluta vegna hefur þessi tilkynning úrskurðarnefndarinnar ekki verið kynnt fyrir bæjarfulltrúum í það minnsta minnihlutans. Og þetta hef ég bara staðfest frá starfsmanni nefndarinnar. Nú, við ætlum að koma með bókun í þessu samhengi. Í ljósi þess að Asko Harvester hafi ekki fengið úthlutað lóðinni og kærur hafi borist frá úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála, þá telja bæjarfulltrúar í-listans að það sé brot á úthlutunarreglum Stykkishólmsbæjar og brot á skipulags- og byggingarreglugerð að veita byggingarleyfi fyrir verksmiðju á Nesvegi 22. Og undir þetta ritar Haukur, Ragnar og Ragnheiður. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Már. Fleiri sem vilja kveða þessi hljóð? Já, við tökum fundarhlé. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngufæri og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf
og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortin af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar.
Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum, samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins,
ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngufæri og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tíman fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og öruggra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér landið allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying.
Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar út hjá landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur bæjarstæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt út hjá vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með ótilhendi eyjarnar allt kring. Já, hér landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi, fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngu færi og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að
í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamott. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Þá höldum við áfram með fundinn. Við erum ennþá undir lið 21 Nesveg 22a og orðið laust. Jakob Björgvin Gerðsvall. Forseti. Fyrst svona kannski að leiðrétta það að hér ekki verið að gefa út byggingarleyfi. Það hefur bæjarstjórn eitthvað heimild til að gera slíkt. Það á valdsviði byggingafulltrúa að gefa út byggingarleyfi. Hér verið að klára ákveðið skipulagsferli, þannig að hægt sé að byggingafulltrúa hafi heimildir til þess að gefa út byggingarleyfi. Þetta leiðrist þó miskundi hér með. Nú, ég ætla að koma með eftirfarandi bókun sem svo hljóðandi. Að fundi bæjarstjórnar í febrúar var tekin fyrir umsóknum lóð merkt 22a við Nesveg í Stykkishólmi. Var erindi samþykkt í bæjarstjórn. Engin ósk barst sértæk skilyrði við lóðarúthlutun af hálfu félagsins, þannig að bæjarstjóri leita á að reglu sveitarfélagsins lóðarúthlutun myndi að öðru leyti gilda afgreiðslu þessa. Það liggur í hlutarins eðli að bæjarstjórn hefði ekki samþykkt grenndarkynningu í júní hefði lóðin ekki verið úthlutað til félagsins, þannig að það að málið sem komið á þennan stað í málsmeðferð bæjarins raunverulega staðfesting á þessu. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós. Ragnar Már Ragnarsson, bæjarfulltrúi Ylsta, Gerðsvall. Af því að það hefur nú verið rætt lóðarúthlutunar og reglur bæjarins í þeim efnum, að þá kemur það alveg skýrt fram hvernig skuli standa að því. Þetta kannski sérstakt mál að því leitinu að lóðin var ekki laus til umsóknar en bæjarstjóra falið að ganga til samninga. Þannig að í okkar huga það alveg skýrt að málið þurfi að koma þá inn á borð bæjarstjórnar til samþykktar og hvað felist í þessum samningi. Ég meina, hver ætlar að bera kostnaðinn af til að mynda vegagerðinni af þessari lóð, hver ætlar að bera kostnaðinn af fráveitunni,
hvernig á að meðhöndla það hráefni sem á að vinna þarna með. Verður settur upp krani þarna og hver borgar hann, vigtunina og annað þýjumlíkt. Þannig að það er fullt af spurningu sem er ósvarað í þessu máli fyrir utan náttúrulega hvernig, leyfi mér segja bara hvernig tróði var á lýðræði íbúa sem að hálistinn skreytti nú svolítið með fyrir kosningar. Hvernig er tróðið á því í þessu ferli öllu og halda opinn íbúafund fyrir íbúa á Nesvegi. Ég menn, af hverju var ekki haldið fundur fyrir íbúa í Ásklifi eða Hjallatanga? Fyrir utan það náttúrulega að eins og við vitum öll að þá hefði náttúrulega svona ferli átt að fara í deiliskipulag. Þannig að það er fullt af spurningum sem er ósvarað í þessu. Við erum að veita byggingafulltrúa heimild til að gefa út byggingaleyfi að uppfylltu skilyrðum sem eru þá vantilega byggingarstjóri og teikningar og tryggingar og eitthvað annað þýjulíkt. Þannig að það er mjög eðlilegt að þessum spurningum sé varpað fram og að þær liggi fyrir í samningi sem að enginn bæjarfulltrúi, held ég, leyfi mér að segja, hefur fengið að sjá. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Ingi. Beiris og kveðis ljós. Jakob, Kersvöld. Já, forseti. Ég held að bæjarfulltrúinn Ragnar Már Ragnarsson sé það í kjörstuðu til þess að taka þá frumkvæði því að reyna að ná einhver samningi eða vill reyna þá að ná utan þessa hluti sem hann nefnir, krana eða einhverja hluti sem ég hef aldrei heyrt nefnda í þessu samhengi. Það er að segja að sveitarfélagi að kosta einhvað annað en þá bara eðlilega innviði eins og í öðrum lóðarúthlutunum, gatnagerð, fjármagnslega gatnagerðargjöldum, liggur ekki fyrir heildarkostnaðurinn þar, en hérna er verið að ræða í sjálfum sér bara þessa einu lóð og þá er hér að ræða lok á skipulagsferli. Það er einu sem við erum að fjalla um hér. Það er á dagskrá í sjálfum sér, en það er svona farið aðeins út fyrir það sem er svo sem gerir enga athugasemd við sjálfur og það er líka undir forseta komið að grípa þá inn í. En kannski vil ég líka leiðrétta það að þessi umræddi fundur, hann var ekki einungis fyrir íbúa á Nesvegi, hann var ætlaður íbúum á Nesvegi og annara sem hafa hagsmuna að gæta hugsanlega að þeirra mati af þessari starfsemi. En til þess að þeir sem að hafa kannski svona hafa spurningar starfsemina, húsnæðið og annað vegna þess að þeir búa þá nálægt þessu svæði, hefðu þá færi og hefðu sviðið á þessum tiltekna fundi til þess að spyrja og afla upplýsinga og fá svör. Fundur var haldinn til þess. Fundur var ekki haldinn til þess að íbúi í Flatahverfinu myndi koma á fundin og eyða tíma sínum í það einhverjum áhyggjum sínum af þessari framkvæmd. Heldur íbúarnir einmitt sem væru nálægt umræddu svæði gæfi svigrúm til þess að spyrja spurninga og fá svör og taka samtalið þetta í heild sinni. Og fundurinn fór kannski víða með öll en það komu gagnlegar spurningar frá íbúum og svör við þeim og mér fannst þessi fundur mörguleyti ágætur. Sumuleyti fór hann aðeins út fyrir það sem ég hafði hugsað mér að ræða á þessu fundi eða umræðan færi fram kannski meira á grundvelli nærliggjandi íbúa en ekki á einhver formsatriðum eða öðru slíku sem er í kringum þessa
málsmeðferð málsins sem slík. En það ekki neitt sérstakur, engin samningur sem kveður á einhver vilyrði við þessari lóð sérstaklega. Ég gerir ráð fyrir að þessa lóð gildi þá bara almenna lóðreglur. Þessi lóðarúthlutun var samþykkt samhljóða í bæjarstjórn af 5 bæjarfulltrúum hér ef ég man rétt og eftir því unnið. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja hvað samþykktir Stykkishólmsbæjar. Tekur tvisvar til máls undir einum sama málinu. Ekki. Ragnar Ingi, bæjarfulltrúi Álistaðs, hefur beðið um orðið. Forseti, hér kemur bókun frá Hálistanum. Að forminu til verið að taka af allan vafa réttmæti afgreiðslu bæjarráðs í ágúst síðastliðinn vegna óskýrleika í samþykktum stjórn sveitarfélagsins. Hvað efnisþætti varðar þá að ræða mál sem búið að vinna að frá því í maí þegar umsókn byggingarleyfi var tekin fyrir og vísað til afgreiðslu skipulagsnefndar. Skipulagsnefnd samþykkti að grenndarkynna erindi í júní og var svo afgreiðsla staðfest í bæjarstjórn. Hagsmunaaðilar hafa gert skriflega athugasemdir í grenndarkynningu. Skipulagsnefnd og bæjarráð hafa tekið afstöðu til athugasemda og gefið umsögn athugasemdir. Afgreiðsla bæjarráðs sem hér til staðfestingar snýst að staðfesta afstöðu til athugasemda og umsagnar skipulagsnefndar við þær og svo senda öllum hagsmunaaðilum niðurstöðu sína. Hvað starfsmenn varðar á þessum stað, þá var hún samþykkt samhljóða á bæjarstjórn í febrúar. Frá þeim tíma hefur verið unnið í samræmi við þá afgreiðslu. Undir þetta rita Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson og Þórhildur Eyþórsdóttir. Svo kemur vegna bókunar í-listans, þá kemur þessi viðbótartillaga frá Hálistanum. Til að taka af allan vafa staðfesti bæjarstjórn að úthlutun lóðar hafi farið fram í febrúar 2022 og bæjarstjóra hafi verið falið að semja við félagið sértæka málsmeðferð, skilyrði eða annað í tengsli við lóðarúthlutunina og þar sem slíkt samkomulag liggur ekki fyrir, gilda lóðarúthlutunina almennar reglur sveitarfélagsins lóðarúthlutun. Já, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ragnar Ingi. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóð undir þessu máli? Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi í-lista, gerðu svo vel. Ég ætla aðeins að bregðast við bókuninni. Þar sem það sagt að hér sé fyrst og fremst að forminu til að vera að gera þess að koma vegna óskýrleika í samþykkti bæjarins og tryggja að málsferð sér í raun, fyrir ekki að hún sér í hett, við hann að rétta. Óskýrleikin þá ekki bara í samþykkti bæjarins, því hún þá í sveitarstjórnarlögum. Þetta í sveitarstjórnarlögum og hvað mig varðar þá það alveg skýrt að þetta þurfti að fara þessa leið og þetta ekki bara af því bara. Mér langar aðeins að því að hann segir að þetta hér bara að ljúka skipulagsferli. Samt þá áhugavert að horfa hver titill málsins það að segja umsókn byggingar áform og byggingarleyfi og við erum þá að meðhandla það. Þannig að það spurning með þetta og ég vil aðeins líka fjalla það að þetta hafi verið samþykkt 2. febrúar, í febrúar allan á fundi þar sem alveg klárt mála við og reglurnar þannig, úthlutunarreglunar. Ég held að sé bara fyrsta mér sem segir það að sé lóðin ekki á úthlutunarlista þá umsókn hafnað. Það einfalt. Það má ekki úthluta þessari lóð. En gefið að þetta svona sérstök áfang sem þarna fór fram
og menn kannski með svona stærri hugmyndir sem þarf að skoða, þá samþykkt að það sé gengið til samninga og það fari kynning fram. Og ég líti ekki það sem samþykki fyrir því að lóðarúthlutun eigi sér stað, bara alls ekki. Og ég veit ekki hvað lög ætla að vísa með það, sko. Þarna einmitt að segja, nei, við þurfum að fá að vita hvað gerast og það hefði átt að koma fram eins og Ragnar fór yfir á. Við þurfum að fá að vita hvað snýst málið. Og Jakob myndist líka og Ragnar með samt í krana og fleira, sko, mér finnst einmitt hluta af þessum samningi hvað með hafnargjöld. Þeir eru að fara að borga hafnargjöld á þessu eða að fara að byggja einhver aðstöð fyrir þá þarna niður á höfninni. Alltaf þeir setja sem eigin krana og hífa þetta inn og við fáum engin hafnargjöld af þessu. Og sjálfsögðu skiptir okkur máli hvað kostar batterið og hvað fáum við tekjur af þessu. Og minnst að það er verið að hluta af þessu. Við höfum að sjá heildarmyndina, stóru myndina. Þannig ég er ekki tilbúin að gangast til það að úthlutun hafi verið þarna í febrúar. Það alveg klárt mál, sko. Þetta mjög skrítið hvernig þetta fer í gegn, þetta mál. Og þess vegna kannski tekist á það. Það kannski fyrst og fremst meðferðin. Það stjórnsýsluleg meðferð á málunum. Ég tel að það hefði verið langbest að fara bara strax í deiliskipulag í febrúar. Þetta var sagt við ætlum að fara að gera eitthvað, ok, skoðum hvað við getum gert, hvernig best að hafa svæðið þá tilbúið fyrir þetta og vinna í þessu. Svona allan að vera komið þá eitthvað kerfi á þetta og hleypa þetta mál. Þá hefði alltaf verið þessir fundir verið samkvæmt bókinni, það er að segja að það hefði verið bærinn sem hefði haldið fundina fyrir fólk, þess að auglýsa, en ekki þeir sem er að fara að byggja, sem getur óþægilegt fyrir íbúa að tjá sig kannski beint við þá sem er að fara að byggja. Og svo alltaf líka sambandið við þann fund, sko, þar sem það voru mjög fáir sem fengu það boð, sem það var óöpilegt. Og líka það að hann var auglýstur 2-3 tímum fyrir fundinn, þá var send út auglýsing á Facebook og kannski heimasíðu bæjarins, það var þannig mjög stuttu fyrir, rosalega stuttu fyrirvari sem því var bætt við. Ég held að það hafi verið að tala um að 16 eða 20 manns hafi fengið þetta þarna í nágrenninu og engin fleiri. Og þeim var gefin 1,5 dagur til þess að koma athugasemdir, sko. Og þetta er náttúrulega bara, þetta er ekki boðlegt í svona góðri stjórnsýslu og það sem við vilja vinna vel. Mér finnst þetta bara að hafa mistekist hrapallega að reka þetta mál hjá bænum og það er sorglegt og það er fyrir vikið örgulega að taka miklu lengri tíma, sko. Og þetta bara má ekki vera svona, það er bara klárt mál. Ég er algjörlega á móti þessu að þetta færi svona fram og ég veit að það er fullt af fólki sem er mjög reitt og fólk hefur áhyggjur og kannski eðlilega, menn er ekki tilbúnir að trúa því að það verði engin mengun, það verði engin hávæðamengun. Og það er fólk þarna sem hefur áhyggjur af því að fara þetta áfram og þá verði bara húsin þeirra verðlaust þangað til að verksmiðjan komur upp og það er sannað að þetta er í lagi. Og það eru áhyggjur sem er vont að hafa. Og það er ekki með þeirra eldra fólk sem býr þarna sem kannski hugsa að setja heimings og alltaf að fara í minna. Þetta er, ég skil þetta fólk mjög vel. Og það er ekki nóg sönnun að sá sem ætlar að setja verksmiðjan segja það verður engin lykt, það verður engin hávæði, fólk er ekki tilbúið. Og hvað það var þá ættum við líka að segja, ok, hvernig mengun er búin að vera hérna? Getum við tryggt það að hann verði í lagi? Ættum ekki líka að setja ykkur skilyrði og segja, heyrðu, hvað ef það yrði lykt? Getum við þá ekki brugðist við því? Við getum sett ykkur skilyrði í samningi að þeir verði að bregðast við þessu ef þetta er málið. Og þetta er hluti sem við hefum átt að ræða og fara í gegnum og klára áður en ferum úthlutað. Þannig fyrir mitt leyti er þá allan ennþá að bíða eftir því að það sé einhver samningur og það sé einhver upplýsingur sem komið fram og kannski væri gott að gera bara lista yfir það, hvað mér verið að fá að sjá. Ég get ekki séð að þessi lóðarúthlutun hafi átt sér stað. Ég bara tek það fram örlítið þriðja skiptið eða fjórða. Þannig að takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Haukur. Fleiri sem vilja kveða sér ljós. Jakob Björgvin, bæjarstjóri, gerðu svo vel. Forseti, bara hnykkja á þessu varðandi sveitarstjórnarlögin. Það er sveitarstjórn, á meðan sveitarstjórn í sumarlið fyrir bæjarráð með sömu heimild og sveitarstjórn hefur ella í sveitarstjórnarlögum og þannig að það var ekki alveg rétt með farið að þetta væri slíkt formværi á þessu í sveitarstjórnarlögum. Nú, að öðru leyti vil ég kannski bara segja þetta, að það má að sjálfsögðu gagnrýna stjórnsýslu sveitarfélagsins og bara eðlilegt að gera það. Og hefði kannski eitthvað betur fara, fundinni boðaðir með öðrum hætti, meiri tími svigrúm til athugasemda, svigrúmi var vegna þess að vegna sumarleyfa starfsmanna og skipulagsfundur var áætlaður á þessum tíma. Þetta er ekki, það er allir að reyna sitt besta og reyna að vinna faglega að málinu en
En málið statt eins og það statt og vonandi hefur það farsældan endi. Sjálfur hef ég persónulega, ég hef nú sagt það í samtölum mínu við nágranna, ég ber fulla virðingu fyrir áhyggjum fólks sem búa í námunda við Skipavíkursvæðið og ég ætla alls ekki að gera lítið úr þeirra áhyggjum. Þótt að ég deili ekki þeim áhyggjum með þeim og búandi þarna rétt hjá einnig, sko. Það eru margir sem eru þarna í grendinni sem hafa áhyggjur sem að búa fjær heldur en ég. En það ekki þar með sagt að ég hef rétt verið með að mín sannfæring sé réttar en annara. En þetta eins og mín sannfæring. Að það mun ekki hljótast af þessu þannig óþægindi með hávaða og annað. Þegar við erum nú þegar með þurrkun hinum yfir Skipavík sem þangþurrkun sem úti. Enginn hefur kvartað hingað til. Þetta fyrir þessi ég kom. Þannig að eða önnur atvinnustarfsemi þarna í kring. Ég veit að félagið hefur gengið mjög langt í því að taka tillit til sjónarmiða sem hafa komið fram alveg frá því í vor, bæði af hálfu sveitarfélagsins og af hálfu athugasemda sem hafa borist munnlega og skriflega kannski einhverjar til bæjarins, þá til að mynda að þurrkarinn sé inni, þessi einangra, til þess að reyna að tryggja, alveg svo erindi þeirra upphaflega var, gekk út frá, að tryggja það að þessi starfsemi væri sem minnst ónæði að minnst að reyna að tryggja allt sem þeirri valdi stendur, að ekkert ónæði verði af þessari starfsemi. Nú, en varðandi það að svona svo ég endi kannski á því, málsætið sem í fundabóðinu og eðlilega bara málsætið sem að máli byrjar sem umsókn og byggingarleyfi af því að það þannig sem máli skráð fyrst inn í gagnagrunnum sveitarfélagsins og það fylgir málinu, breytir ekki þeirri staðreynd að efnislega hér ekki til afgreiðslu byggingarleyfi, þóttur að standi þarna í titlinum. Þannig að svo það sé kannski áréttað. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið enn laust. Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi og Ylista, gerðu svo vel. Forseti, aðri fundamenn, það allt í lagi þó að það hafi sagt Ylista, við búum öll í sama bænum. Ég vil bara taka undir með bæjarstjóra. Ég vona heitt og innilega að þetta mál fái farsælan endi og ég segi fyrir mitt leyti að þetta fara að taka verulega í og ég hefði viljað að öll þau sjónarmið sem hafa komið upp núna undanfarið og hefur verið beint á okkur, hefði komið fyrr fram. Áður en að málið komið svona langt í þessu ferli sem það er. Ég vil trúa því og treysta að þeir sem eru að vinna að þessu séu að vinna af heilindum og ég hef í rauninni ekkert sjálf nema þeirra orð fyrir því að það verði ekki lykt og það verði ekki hávaði. Ég vil trúa því af því að þeir vita meira málið heldur en ég sjálf. Varðandi húsnæðin sem eru þarna í grend þá vil ég nú ekki taka svo djúpt í árinni að þau verði verðlaus ef að til kemur að eitthvað þrýtur, að eitthvað brotalöm verður þarna á, jú, þá gætum við staðið frammi fyrir ákveðnum vanda, en fram að því skulum við ekki mála það þannig. Og mér bara annt það að það sé framþróun í bænum mínum og mér annt það að fólk vilji koma hérna og setja upp starfsemi því það ekki sjálfgefið að fá það til sín. Það fullt á öðrum stöðum sem fólk getur leitað á.
Og þess vegna ætla ég að standa við mína ákvörðun í þessu og halda áfram í minni trú og vona heitt og innilega að sú tilfinning sem ég hef sé rétt. Takk. Takk Steinunn Ingibjörg, fulltrúi H-lista. Orðið er ennþá laust. Þú ert búin til þar. Það var undir fyrirlið, gerði svo vel Haukur fyrirgerð. Þannig að það sé sagt og á hreinu að þá erum við ekki að leggjast gegn verksmiðjunni sem slíkri. Og það, ég tek undir með Steinunni að ég er ánægður með það að fólk sýni okkur áhuga að vilja gera eitthvað. Og koma með sína starfsemi hér og byggja upp. Það er frábært. Engin spurning með það. En það skiptir máli líka með íbúana. Og þú segir að þetta sé gott fyrir bæinn og þetta er gott kannski fyrir hluta bænum. Þú veist, því ef þetta bitnar á þeim sem þarna nálægt, þá er það vont. Og það er eitt af því sem við eigum að tryggja. Og ég er nokkuð viss ég hafi sagt að íbúarnir hefði ágjörð að það yrði verðlaust í smá tíma. Ég var ekki að segja að það yrði verðlaust, ég hef ekki hugmynd það. Það er alveg klart mál, það er ekki mín orð. En fólk hefur komið til mín og sagt að það ágjörð að því að það verði með húsana sem get ekki selt í einhver tíma, þangað til að veit hvernig þetta fer. Og umræðan alltaf hefur kannski farið í ákveðnar hæðir og erfitt að stýra því. Og hluti af því er líka afgreiðslan. Jakob talaði áðan sína sannfæringu í þessu og hún er góð og hann má hafa hana sjálfsögðu og allir hér inni. Og sannfæringu ykkar í H-listanum er svo að þetta bara verði allt í lagi. Og á henni þá keyrið þið málið fram á ákveðinn hátt. Það er að segja þið ákveða að fara í grenndarkynningu fyrir 2 en ekki í gegnum deiliskipulag. Og deiliskipulag er betra því að þá hleypum við öllum á og allir fá að koma með sína sannfæringu inn á þetta og það hefur einhver gildi. Þær ábendingar sem íbúar komu með og fóru hérna inn fyrir hátíð á föstudegi eftir að fundinum var, hafa í rauninni ekki gildi. Þetta er bara ákvörðun ykkar hvort til að taka mark á þessu eða ekki og í rauninni er þannig það var ekki gert. Og máli fer kannski ennþá verri leið og mér finnst alltaf við að velja leiðina sem er réttust og halda við það. Það sem Jakob talaði um titilinn á málinu má kannski til sanns vera að fara einhverju leyti. Þegar að máli byrjar þá er verið að sækja byggingarleyfi og er byggingar lóð og byggingarleyfi. Og auðvitað hefur þetta hafnað því máli þar á staðnum og óska eftir að nýtt mál verið stofnað sem var að þá ganga til samningar, sem óska eftir samningu þetta sem hefði kannski verið reðlegra. En textin aftur á móti sem fylgir bókunum, sem er hér, ekki bókunum fyrirgefið, þetta fylgir málinu, hann gefur miklu meiri skyn að hér sé að færi lóðarúthlutun og byggingarleyfi og mér sé tekið fram í hérna að byggingarleyfi verði veitt. Þannig að það er svona ekki að vera með hártónur það, en við erum alltaf ósammála það að lóðarúthlutun hafi átt sér stað á þessu konum með það. Þannig lítið að það. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta ykkur. Fleiri sem vilja hvað þessu hljóðsundir liði 21. Svo er ekki. Þá les ég. Liggur fyrir, vegna umræða með bæjarbúfulltrúa er máli lagt saman til staðfestingar í bæjarstjórn til að eyða óvissu fullnaðar ákvörðun málsins. Það liggur fyrir að samþykktum stjórn sveitarfélagsins gæti verið skýrari varðandi fullnaðar afgreiðslur bæjarráðs. Til að taka af allan vafa þetta formsatriði er með staðfestingu bæjarstjórnar verið að eyða óvissu réttmæti afgreiðslu bæjarráðs sem byggir á tillögum skipulagsnefndar og svörum skipulagsfulltrúa. Með vísan til þess að staðfesti bæjarstjórn umrædda afgreiðslu. Hver samþykkir þetta? Hverjir samþykkja þetta? Hverjir eru á móti? Það eru 4 samþykkja og 3 á móti. Þá ætti ég að lesa viðbótartillöguna frá honum Ragnari. Viðbótartillaga vegna bókunar í lista. Til að taka af allan vafa staðfestir bæjarstjórn að úthlutun lóðar hafi farið fram í febrúar 2022 og bæjarstjóra hafi verið falið að semja við félagið sérstaka málsmeðferð, skilyrði eða annað í tengslu við lóðarúthlutuna og þar sem slíkt samkomulag liggur ekki fyrir, gilda lóðarúthlutuna almennar reglur sveitarfélagsins lóðarúthlutanir. Hverjir samþykkja þessa viðbótartillögu?
og hverjir eru á móti? Það eru 4 sem samþykja og 3 greiða atkvæði á móti. Þá er komið að síðasta liða dagskrá sem er minnispunktar bæjarstjóra. Gerðu svo vel, Jakob. Forseti. Ég gerir grein fyrir minnispunktum mínum fyrir septembermánuð 2022. Á morgun föstudag er fyrsti dagur Íþróttaviku Evrópu. Af því tilefni hefur verið útbúin vegleg dagskrá eins og víða annar staðar full af íþrótta- og heilsutengdum viðburðum. Dagskráin verður borin í hús hér í bæ og það hefur verið að hluta til borin í hús og deilt á miðlum sveitarfélagsins. Hún nær frá föstudegi til föstudags og er til að mynda frítt í sund alla vikuna. Íbúar hvattir til þess að kynna sér dagskrána og taka þátt. Hér sjáum við upptalningu á hluta þeirra dagskrá sem í boði er. Nú, á dögunum var sparkvöllu við íþróttamiðstöðina sópaður. Haraldur Thorlacius ók litlum götusópum völlinn og sópaði upp talsverðu magni af kurlinu sem hefur ekki notið mikilla vinsælla meðal knattspyrnu iðkenda og kannski ennþá minni vinsælda meðal foreldra þeirra. Með því að sópa völlinn og þrífa er vonast til þess að losna við eða draga úr þeirri svertu sem berst í föt knattspyrnu iðkenda. Þá er einnig unnið að því að bera á tréverkið umhverfis völlinn og hressa upp á það. Ný og uppfærð vefsíða sameinaðs sveitarfélags Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar hefur nú verið tekin í gagnið. Með nýrri síðu er leitast við að upplýsingar verið aðgengilegri, viðmót auðveldara og nýjar veflausnir nýttar. Fundagerðir eru nú felldar inn í síðuna og notendur gefin kostur á að vakta málsnúmer. Síðan er unnið upp úr gömlu vefsíðu Stykkishólmsbæjar og á stöku stað eftir að uppfæra texta í kjölfar sameiningar Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar, en það verður gert þá enn betur þegar að nýja nafn sveitarfélagsins liggur fyrir og gengi frá þeim uppfærslum. Á meðal nýjunga á síðunni má nefna vefsjá þar sem að finna má hústekningar, skipulag, gönguleiðir, örnefni, þjónustu, afþreyingu og margt fleira. Einnig er nýtt ábendingakerfi sem gefur íbúum kost á því að senda inn ábendingar með staðsetningu, GPS-niti og myndum. Ég vil hvetja hér með íbúa til að skoða nýju vefsíðuna og nýta sér hana eins og kostur er. Hægt er að senda athugasemdir og ábendingar gegnum síðuna eða á netfangi Stykkishólmur á stykkishólmur.is ef íbúar hafa athugasemdir varðandi efni síðunnar eða uppsetningu. Á dögunum var opnað fyrir styrkumsóknir bæjarstjórnar. Auglýst hefur verið eftir styrkumsóknum frá einstaklingum og fyrirtækjum í samræmi við reglur styrkveitingar. Markmiðið með styrkjónum er að styðja við sjálfsprottið starfsemi frjálsa félagasamtaka og framtak einstaklinga sem stuðla að farsælli þróun samfélagsins, menningarlífs, lífsgæðum og fjölbreytilegu mannlífi og öflugu íþrótta- og æskulýðsstarfi. Hægt er að kynna sér nánar málið á vefsíðu sveitarfélagsins og umsóknarfrestur er til 3. október næstkomandi. Með sameiningu Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar bættist fjöldi nýrra verkefna á starfsmenn þá Stykkishólmsbæjar.
Síðastliðna daga var unnið að einu slíku þegar allar rotþrær í Helgafellssveit voru tæmdar og er því verkið nú lokið. Rétta var í Arnarhólsrétt síðastliðinn sunnudag og heimtur voru góðar og ekki annað að sjá en að fé kæmi vænt ofan af fjöllum. Til seinni leita verður gengið 1. október næstkomandi og réttað sama dag. Þá að framkvæmdum og þá ganga framkvæmdir í Maðkavík samkvæmt áætlun. Einhverjir hnökrar eru samt á þeirri framkvæmd vegna þeirra tekníka sem lágu fyrir en sjáum fyrir okkur þann að fái farsælan endi en reikna má með því að þeim ljúki á Stórstreymisfjöru í október mánuði. Unnið er að breytingum í kjallara GSS grunnskólans og hefur nýr smíðakennari Guðjón Hjaltalín tekið til starfa við grunnskólan í Stykkishólmi. Nemendur Guðjóns vinna þessa dagana því að setja saman IKEA-innréttingar og hillur sem verða settar upp í kjallara skólans en þar er unnið að breytingunum á innra skipulagi skólans. Vek athygli á því að landsmót Samfés fer fram í Stykkishólmi dagana 7. til 9. október næstkomandi. Á mótinu koma saman ungmenni á aldrinum 13 til 16 ára frá félagsmiðstöðum allt land. Hver félagsmiðstöð getur skráð 4 þátttakendur til leiks og er búist við að 300 til 350 ungmenni sæki móti í Stykkishólmi. Mótshaldara hverju sinni gefst tækifæri til að kynna sitt sveitarfélag fyrir ungmennunum og þá þjónustu og afþreyingu sem þar er í boði. Og við munum gera það. Þann 1. október næstkomandi fer fram málþing á vegum Vitafélagsins íslenskrar strandmenningar í samstarfi við menningar- og viðskiptaráðuneytið og heimamenn. Málþingi fer fram í Vatnasafni klukkan 1:30 til 4 og ber yfirskriftina Verkþekking við sjávarsíðuna arfur til auðs og meðal annars þar fjallað súðbyrðing. Málþingi verður auglýst nánar á næstu dögum. Fleira var ekki á mér í bili. Takk fyrir þetta yfirlit. Orðið er laust undir minnispunktum bæjarstjóra. Ragnheiður Harpa, bæjarfulltrúi í Ylista, gerðu svo vel. Forseti og aðrir nefndamenn og bæjarstjóri, takk fyrir þessa minnispunkta. Gaman að sjá hvað er að ýmislegt í gangi og gaman að fara yfir þessa punkta en mér langar svona sem kannski ekki hlutlaus aðili en að benda á að nemendur setja upp IKEA-innréttingar sé ekki beint óskastaða en það virðist vera að erfitt sé að fá menn í verkið eða engin veit í raun og veru hver á að gera þetta. Í svona verkefni þurfa skilaboðin vera skýr þar sem skólinn er farin á stað og tekur þetta verkefni allt of langan tíma. Erfitt er að sinna þeirri kennslu sem á að vera í þessum rýmum. Auðvitað er gott og gaman að því að nemendur fá að taka þátt í svona verkefni en því miður er það aðeins elsta stigið sem getur tekið þátt í því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Ragnheiður Harpa. Orðið er laust til minnispunktum bæjarstjóra. Ef að enginn vill taka til máls, þá slít ég þessum fundi klukkan 19:10 og þakka góða fundarsetu.